Góðan daginn og verið velkomin í þessa stuttu kynningu kennsluvefsetrið teachmeaboutmusic.com. Ég heiti Stefán Stefánsson og veiti þessum vef forstöðu og ég ætla hér í stuttu máli að sýna fram að notkun vefsins og hvernig hann virkar. Nú, við heyrum bakgrunnstónlistina en það eitt af verkunum sem að finna á vefnum sem Svanurinn eftir Saint Saëns. Nú, kennsluvefsetrið að finna hér á slóðinni teachmeaboutmusic.com og hér eru helstu þættir sem við höfum að velja. Hér sem dæmi tónlistarsaga og hér hljóðfærafræði, hér tónskáld og við erum með líka flytjendur hér og við erum með fyrir til þess að læra lög. Við erum með tónfræði tíma og próf og leiki. Allt þetta undir merkjum menntunar og reynda að hafa þetta eins fræðilegt og skemmtilegt og hægt Nú, ef við kíkjum aðeins hér inn í tónfræðina sem dæmi, að þá sjáum við hér sem lista yfir tónfræði tíma og þeir eru alls mjög margir. Þetta myndi samsvara heilu námi í 1,5 ár í tónlistarskóla eða svo, og við getum skoðað hér inni að hér alltaf að finna vídeókennslustundir þar sem að nemandinn getur sótt sér tíma einfallega og allt það gert með ákvæðlega ríkum markmiðluna þætti og við sjáum hér sem dæmi styrkleikamerki Dynamics. Now you can play music in many different ways. You can play music og svo framvegis, og allar þessar síður spila tónlistina þannig að nemandi og áhorfandi sér nóturnar fara hjá. Alls eru hátt í 50 tímar í tónfræði. Síðan það tónlistarsagan. Þar förum við yfir öll helstu tímabil frá miðöldum og upp í nútíman, og þetta byggir á afskaplega stórum tónskáldagrunni sem að finna að alltaf þegar að við vitnum í tónskáld og það víða að finna vídeó sem að tengjast efninu hér, og þegar minnst á tónskáld hér inn í síðunum að þá ávallt hægt að finna þau í tónskáldagrunni vefsins. Við getum séð sem dæmi hér Dufay, og ef við smellum hér á þá erum við komin inn í grunninn og fléttum upp Dufay, og hér hljóðdæmi og myndbands sýnishorn. Og það kemur okkur svo aftur að tónskáldunum sem að finna hér, og hér gífurlega stór grunnur af tónskáldum, og ef við skoðum þá sjáum við hér öll helstu tónskáldsögunar í vestrænni tónlist, og ef við förum hér inn í til dæmis eitthvað þekktan, eins og sem dæmi ef við vildum skoða Beethoven, þá hægt að setja það hér inn í leitarglugga og slá einfallega inn. Og ef við förum þar inn þá sjáum við að það eru gríðarlegar upplýsingar Beethoven, ekki bara texti, heldur einnig tilvitnanir í samtíma tónskáld, og allstaðar hér inni að finna hljóðdæmi. Sem og myndbands sýnishorn, og við sjáum að hér eru gríðarlegu fjöldi af hljóðdæmum og allt streymir þetta afskaplega hratt yfir á vefnum. Og ef við kíkjum hér á næstu síðu að þá sjáum við að hér kom upp spilanlegar nótur, og hér sonata nr. 2 opus 27
og með því að smella hér á þessa síðu gegnum ákveðin hugbúnað sem notaður á síðunum, að þá leika nóturnar af síðun. Og með því að smella aftur á síðuna að þá stoppar tónlistin. Það líka hægt að hægja niður tónlistina vilji maður rannsaka nóturnar betur, og það einfaldlega gert með stikunni hér eða hraða. Með þessu móti gefst nemendum tækifæri að því að skoða nótur tónskálda og fylgjast með hvernig uppbygging tónverkan á sér stað á skrifuðu formi. Nú, þetta var nú stuttlega tónskáldin og ég ætla að kíkja hér aðeins inn á hljóðfærafræðina að þar eru ítarlegar leiðbeiningar hljóðfærin og hér eiga eftir að koma tónlistarkennslu síður og hér eru afskaplega skautleg hljóðdæmi eða markmiðlunardæmi og með upplýsingum og alls þar að finna hljóðdæmi. Þetta til dæmis notað í kennslustofum af kennurum þegar þeir fjalla hljóðfærin. Nú, svo hér að finna lið sem heitir Lærum lög eða Lærum að syngja, Learn Songs, og þar hér að finna gríðarlegan fjölda af algengum lögum sem að hægt að kenna laglínur og texta með því að fylgjast með og lesa bæði nótur, texta og heyra laglínu í leiðinni. Hér gríðarlegur fjöldi af tóndæmum inni, einhver 200 lög sem hér eru komin í bankan. Nú, að lokum ætla ég aðeins að minnast á leikina sem eru afskaplega vinsælir í skólastofum í íslensku fyrirmyndinni sem tónmennavefurinn, og það svona leikur sem á sér stað inn í kennslustofum eða einfallega hjá fjölskyldum, og það þannig að gegnum hugbúnaðinn að þá hleður vefsíðan inn hugbúnaði sem heldur utan alla þætti. Hægt að velja fjölda liða, hægt að skýra liðin, breyta útliti karaktera, við erum að keyra þetta allt á vefnum og hún velur hver á að byrja. Það bláa liðið hér upp í horni og þá velur bláa liðið sér einhverja spurningu, þema úr sjónvarpsþáttum 1, 2, 3 eða 4 og síðan svarar hópurinn. Þetta var rangt svar, þannig að það koma viðbrögð og fleira í þeim dúr. Þetta afskaplega vinsælt meðal yngri kynslóðarinnar. Nú, að lokum ætla ég svo að minnast hér á prófabankan. Vefurinn stærri en svo að þetta komist fyrir á 5 mínútna myndbandi. Og í prófabankunum eru síðurnar þannig að ég get kallaði próf eftir ákveðnum aðferðum eða eftir ákveðnum skilgreiningum, og hér til dæmis, ef við tökum sem dæmi kafli sem heitir Know Your Composers, sem að gerir kröfu á nemanda að hann heyri tóndæmi og geti greint hver hafi samið þessa tónlist. Þannig að hér kemur tóndæmið upp í prófunu
nemandi svarar og heldur áfram í næstu spurningu. Þessi próf skila svo niðurstöðu að lokum sem að vistast á síðunni, þannig að þegar nemandi fer næst inn á sínu lykilorði að þá sér hann hvernig hann hefur gengið, hvaða próf hann hefur tekið, hvað hann skoraði og vefsíðan heldur utanum alla þessa þætti og ég get svo skoðað hérna undir test results þau próf sem ég hef tekið, hvernig mér hefur gengið og svo framvegis. Þannig að hér sjáum við að ég hef verið að gera próf í Scales og í Renaissance og mér gekk ágætlega, ég skoraði 70% og þá get ég skoða það próf hér og niðurstöðurnar birtast og þetta má senda í tölvupósti eða prenta og hér þetta að fara yfir hvernig mér gekk á prófinu. Hér mitt svar og hér rétta svarið og hér hef ég svarað rangt og þá kemur það í ljós hér, þannig að ég get alltaf farið yfir prófunu og lært þessna meira af þeim. Nú, til þess að halda utanum skráningar, þá hér sjálfvirkt skráningakerfi og hér eru nokkrar leiðir sem að hægt að velja í áskrift og við sjáum að með því að smella hér á þá fáum við yfirlit yfir þessa áskrift og hvernig hún lítur út. Að hér eru einstaklingar og einstaklingar í 6 mánuði, 1 ár, 1 mánuður og skólar, það að segja menntastofnanir sem að fá aðgangað síðunni fyrir sína starfsmenn og til þess að nota með sínum nemendum. Þannig að þetta nú stutt yfirlit yfir þessa síðu og ég fús til þess að svara öllum frekari spurningu sem kunna vakna vegna þessa en vil bara þakka fyrir mig og vona að þetta hafi verið gagnlegt og ánægilegt. Takk fyrir.